Ég ætla að kynna ykkur fyrir í stuttu máli algengt augnvandamál hér á landi, en það kallast þurr augu. Einkenni þurra augna eru sviði og erting í augunum og aðskotalustilfinning, svona eins og sandkorn í augunum. Margir vita ekki að sjónin versnar oft líka og síðan ekki ólíklegt að það leki úr augunum. Við erum nefnilega með tvenns konar tegundir af tárum sem við getum kallað annars vegar smurolíu, þykkutárin og rúðupiss eða þunnutárin. Þegar augun eru þurr þá vantar aðalega smurolíuna. Þegar hana vantar þá verður erting í augunum við að labba, til dæmis út í roki, og þá leka vatnskendu tárin úr augunum. Táraframleiðsla getur minnkað af ýmsum orsökum og í fyrsta lagi minnkar á táraframleiðslan með aldri. Konur eru oftar með þurr augu en karlmenn vegna mismunandi hormónamagns þar sem að estrógenið er þurrkandi en testosterón eykur táraframleiðslu. Tölvunotkun getur aukið uppgufun tára og stuðlar að aukþurrki. Fólk blikkar sjaldan við tölvuvinu. Ákveðin lyf hafa mjög mikil áhrif á táraframleiðslu eins og magalyf, bólguðandi lyf, ofnæmislyf, þunglyndislyf og krabbameinslyf. Við á Íslandi búum síðan við mikið rok og hér er oft þurrt loft í húsum. Svo geta efni í lofti oft valdið beinni ertingu eins og svifryk, dísúlfíð til dæmis í eldgosum og klórgufa í laugunum. Helsta meðferðin felst í því að gefa gervitár sem er eins konar smurolía fyrir augun. Meðhöndla þarf líka hvarmabólgu ef hún er til staðar og mjög gott að nota heita bakstra og þrifklúta á augun. Það þarf að hvíla sér reglulega við skjánotkun og forðast þurrt umhverfi eftir megni. Gott er að vera með sólgleru út í roki og sofa með grímu. Og athuga þarf hvort megi hætta á lyfjum sem þurrka upp augun. Og stundum þarf meira segja að loka táragangu opum með sílikontöpum. Loks eru til táraframleiðandi dropar eins og lyfið Ikervis en þá er miðað við langtíma meðferð. Í lokin er þá vert að geta þess að þurr augu eru miklu algengar en áður var, ekki síst vegna þurrara umhverfis, aukinnar tölvunótkunar og lyfjanótkunar, svo eitthvað sé nefnt. Það er mikilvægt að greina orsökina því hún getur annars vegar lýst sér í minnkandi táraframleiðslu og svo aukinni uppgufun tárana. Meðferðarmöguleikum hefur sem betur fer fjölgað mjög. Það þarf þó að sníða meðferð hverjum fyrir sig og með réttri meðferð batna lífsgæði verulega.